heilir og sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum velkomin hérna í bestu deildar uppbytunarþáttinn hér á fótbolta.net. Styttist heldur betur í þetta. Rúm vika til stefnu. Við ætlum að hitta rækilega upp fyrir deildina í dag. Til þess eru komnir 3 góðu gestir til mín. Þannig að Damir Múminovic, Jón Þór Hauksson og Gummi Ben. Velkomnir. Takk fyrir. Takk. Gummi, vika til stefnu. Komin spenningur í þig? Já, mér finnst þetta reynda að vera nýbúið. En það er samt komin smá spenna núna. Ég var eiginlega svolítið þreyttur bara í síðustu viku að þetta væri að byrja strax aftur. En núna finn ég svona aftur. Það er komið svona smá spenn í mann og maður er að sjá svona liðin. Liðin líka farin að stressast aðeins upp. Sækja þessi leikmenn núna á síðustu metrónum. Þannig að ég er bara mjög spenntur. Við fáum náttúrulega drauma byrjun með Víkingur Breiðablik á föstudaginn 10. Þannig að ég er bara mjög spenntur. Tveir stórir prófílar úr Lengjudeildinni núna. Jón Þór, þú ert í einhverju giggi hjá Vestra. Hvernig er giggið? Já, ég er bara í þjálfara teymi Vestra og þeir eru auðvitað að fara í Evrópukeppni núna í sumar þannig að ég verði til halds og traust í því og reyni eins og ég mögulega geta að aðstoða minn góða vinn Badu sem að tók við þjálfun liðsins í haust og reyna að hjálpa á hvaða hátt sem ég get í því. Davir, hvernig er hljóðið Grindvíkingum? Það er bara mjög gott. Það er þessi Gummi segir ég er virkilega spenntur fyrir bestu deildinni, langt síðan ég hef ekki verið með. Það er svona aðeins öðruvísi tíma núna en áður fyrr. Skrítið að einhverju leyti? Já, það er pínu skrítið sko. En ég svona reyni að venjast því bara. Gummi, ef við förum aðeins í sín sport, hvernig verður þetta í sumar? Breytt að einhverju leyti? Já, þetta verður það nú. Við munum byrja bara núna strax í fyrstu umferð með svona red zone. Það sem að held að við náðum því líklega bara í hverju einustu umferð. Það sem að það verða, þessu raða þannig upp að það verða 3 til 5 leikir bara á sama tíma eða á mjög svipuðum tíma. Þannig að við ætlum að vera bara það sem að ég verð í setti með Albert Brynjar og Kjartan Henry. Það sem að við bara skiptum milli valla og fylgjumst með því sem er að gerast. Verðum vonandi með á einhverjum völlum, einhverja kontakta sem við munum verið í sambandi við og við ætlum að gera þetta bara eins og við höfum gert í meistaradeildinni og gert í enska boltanum sömuleiðis og þannig að ég verið í því og Kjartan Atli verður síðan með stúku sem að verður oftar en ekki á sama degi bara kvöldið því að umferðin klárast yfirleitt á þessum dögum þar sem að margir leikir eru á sama tíma. Einhverju nýjir sérfræðingar í stúkunni? Dóri Árna? Dóri Árna verður með Kjartani og annars held ég þetta sé nú svipað og við höfum verið að sjá að undanförnu. Þú eru eiginlega bara að spyrja Kjartan betur á þessu. Ég veit ekkert hvað hann er að brassa. Ég hringi hann. Já. Ef við förum aðeins bara yfir þetta, við ætlum að taka bara spána hjá okkur og fara yfir eitt lið í einu. Kannski vel við hafa að byrja á botnsætinu, 12. sæti. Það eru Keflvíkingar sem reka lestina. Hvernig svona er tilfinningi fyrir Keflvíkingum? Sko, tilfinningin er alltaf góð fyrir Keflvíkingum. Það er ákveðin stemming að hafa Keflvíkinga í deildinni og miklir vinir skagamanna og það er alltaf smá fjör og læti jafnvel í kringu Keflvíkinga. Keflvíkingar hins vegar er einhvern veginn bara svona undir radar og ég held að séu allir sammála það. Þetta verður mjög erfitt tímabil fyrir Keflvíkinga eftir að hafa komið upp og er það yfirleitt fyrir liðin sem kom upp. Keflvíkingar hafa ekki verið að styrkja sig mikið og ég held að það sé nokkuð eðlilegt að þið spáið þeim neðsta sætinu og ég held að flestir séu þar með á í neðsta eða næstnæsta sæti. En að sama skapi eru Keflvíkingar, þeir eru mikið búin að vera að byggja bara á heimamönnum undanfarin tímabil. Það var svona orðið aðeins breyting þar og Keflvíkingar geta svo sem alveg komið óvart en ég held að ég verði að vera sammála því að maður myndi sitja á þessum tímapunkti í annað 2 neðstu sætunum. Sammála því, Jón Þór? Já, ég held að það sé mjög eðlileg spá en ég hins vegar hef fulla trú á því að Keflvíkingar geti nýtt sér það. Þeir koma auðvitað upp í deildina í gegnum umspilið og áttu ekkert sérstakt tímabil í fyrra. Þannig að það er mjög eðlilegt að þeim sé spáð slöku gengi og
og þeir eru hins vegar með mjög öfluga liðseild sem hefur verið saman í langan tíma. Ég held að Halli þjálfari sé á 3. eða 4. tímabili. Þannig að það býr mikil reynsla í liðinu og þeir vita nákvæmlega út í hvað þeir eru að fara. Þetta eru fyrirverandi leikmenn sem eru með Halla líka þarna sem að spiluðu saman, það er bara svona ákveðin eining í gangi. Já, ég hef trú á því að þeir gætu alveg mynda svona alvöru keplíska stemningu í sumar og skotið þessum sérfræðingur svolítið rétt fyrir þess. Ég pína áhyggjur af varnarleikja þeim. Nacho meðist frekar oft, þannig að hann er svona lykillinn í vörninni hjá þeim. Sóttu Davíð Helga, spennandi hásend? Já, hann er það. Stefán Ljúbicic er búinn að skora alveg á undirbúrstinu líka. Ef hann hrekkur í gang þá getur þetta bara verið nokkuð fínt hjá þeim. Er það samt ekki svolítið stórt ef hann hrekkur í gang? Maður hefur svolítið beðið eftir honum. Já, rétt hjá þér, maður er búinn að beða eftir honum og ég spila oft á mótinu, það er eftir eiga við hann. Og já, vonandi bara hrekkur hann í gang í sumar. Það sé líka kannski bara einhverju leyti svolítið svipuð umræða var með Viktor Jóns á sínum tíma. Þeir vita nákvæmlega hvað býr í Stefáni. Þannig að þeir virðast hljóta að hafa mikla trú á honum að hann geti sprungið út í sumar og sett mörkin fyrir þá. Þá er þetta bara undir þeim komið að setja leikinn svolítið upp þannig að maður hentar honum vel. Þannig að hver veit, þetta gæti orðið tímabilið hans og það myndi þetta og er algjörlega nauðsynlegt fyrir Keflvíkingana að svo verði. Það voru þetta eitthvað aðeins markvara fíaskó. Sindri Kristinn flutti til Svíþjóðar til kærustu sinnar og Ásgeir Orri, hann er að snúa tilbaka eftir krossbandaslit. Ásgeir, mjög góður markmaður, 22 ára. En þú veist, er þetta óþægilegt að koma inn í tímabil með svona unga markmann sem hefur verið að meiðast? Þeir sóttu sér markmann til ekki Svíþjóðar. Jú. Er komið til þeirra, þannig að þeir eru með varaplan allavega meðan að hann er að ná sér alveg fullkomlega, virðist vera. Og þeir eru búin að vita þetta í svolítinn tíma að þeir væri að fara að missa markmannin sinn. Og ég held þeir séu búin að vera tóku sér bara tíma, þeir bönnu honum að fara strax. Hann er búin að vera að æfa með þeim og hann er bara nýfarinn í raun og veru. Þannig að þeir tóku sér smá tíma til þess að finna sér markmann áður en þeir gáfu honum grænt ljós bara að fara. Þannig að ég held að Keflvíkingar hafi ekkert stórar áhyggjur af markmannsstöðunni akkurat í dag, sko. Ég held að þeir hafi áhyggjur af jafnvel öðrum stöðum og jafnvel varnarleiknum í heild eins og staðan er núna, sko. Hvað bara þurfa þær að gera til þess að halda sér í deildinni? Þeir þurfa að vinna eins marga leiki og þeir mögulega að geta og Nei, ég minna þeir þurfa auðvitað þessir lykilmenn verða að springa út eins og Stefán Ljúbicic. Það verður þeim gríðarlega mikilvægt. Leikmennir sem er fá inn í liðið bæði Baldur Logi og hann Þorlákur Breki Baxter eru leikmenn sem þeir treysta á að verði svolítið í stuði í sumar. Það verður mjög mikilvægt fyrir þá og vegna þess að þetta eru það sem þeir treysta á farandi inn í sumarið að muni taka liðið svolítið upp frá því í fyrra. Öðru leyti byggjar grindin sé sú sama og hefur verið undanfarin ár og spila lengi, þannig að kannski vopnin sem þeir safna sér fyrir tímabilið að þeir liggja svolítið þarna í ungum og sprækum strákum sem eiga að skapa hlutina sóknarlega fyrir það og ef að það tekst ekki þá fara þeir beint niður, það er alveg klart. Það getur orðið vesinn. Já. Getur orðið vesinn, setjum punktinn kannski við Keflvíkinga þarna og förum í 11. sætið. Eyjamenn, Alexander Linda og félagar. Davíð, hvað getur þú sagt mér Eyjamenn? Ég horfði á móti FH daginn. Það leit ekki rosalega vel út. Svo heyrir maður alls konar sögur úr Eyjum, hvort maður sé satt eða ekki, að einhverjir leikmenn sé ekki ánægðir með þjálfarinn og hitt og þetta, sé þrjóskur og eðlilega, hann er serbi. Og en svo heyrir maður líka aðra sögur, hann sé bara að reyna að koma inn með aga og skipulag og það getur tekið dálítinn tíma. Og en eins og því spáði fallseti, sko, þá held ég að sé sammálaði því líka. Þetta er svona, lítur ekkert rosalega vel út. Já, þeir eru búin að sækja ykkur að serba. Ég fagna því, það vantar fleiri serba í deildina. Já, bara á landið. Á landið. Og Eyjuna. Og já, þetta er svona kannski svipað með Keflavík, sko.
Hvernig, bara í þessum leik gegn FH, hvernig bolta voru að spila? Kemur á óvart eða væri að spila einhvern brasilískan bílastæð? Nei, þetta var frekar svona, hvað ég segja, reyna að vera skipulægir og voru frekar hægir, lítið tempó, kannski sem að vantar hjá þeim. Hinn liðin eru kannski aðeins betri í því sem eru í deildinni. Mikið gengi á þarna í vetur. Láki fer út að nýja framkvæmdastjórunum, Alex Freyr. Bara svona, hvernig, þarf hann að rífa það í gang linda liðið? Já, þetta náttúrulega gríðarlega erfiðar aðstæður að taka við liði á þessum tímapunkti. Þeir náttúrulega tóku sér ótrúlega langan tíma í þetta líka. Fá linda seint inn á undirbúningstímabilinu. Það er langt liðið á undirbúningstímabili þegar hann er ráðinn inn, sem að eru auðvitað ekki ákjósanlegt og við þekkjum auðvitað og vitum hvernig undirbúningstímabili getur verið í Vestmannaeyjum, að það er oft mikið púsluspil og erfiðar aðstæður að vinna í, þannig að hann Linda er ekki öfundsverður af því að koma þarna inn á þessum tímapunkti og búa til lið og koma sínum áherslum á liðið á þessum tíma. Þeir hafa ekkert spilað marga leiki til þess. Þeir eru miklu vesinni í Lengjubikarnum bara með að klára sitt leikjaprógram þar til að mynda. Þannig að þetta er búið að vera erfiður vetur hjá þeim og það kemur mjög óvart ef þeir myndu byrja mótið vel. En svo þú segir bara, þetta er líklegast það lið sem við vitum minnst frestað einhverjum 3-4 leikjum. Já, og líka bara held ég, Láki var einn af þjálfurum ársins á síðustu leiktíð, bara því að það var enginn sem spáði hreinlega að þeir myndu halda sæti sínu og með hverju þeir lentu í líka á síðustu leiktíð. Var þetta meiðsli, bara 2 sína aðalmenn mistuður út. Þannig að það er mjög erfitt held ég fyrir Linda að koma þarna inn, en ef það er eitthvað byggðarlag eða félag sem að þekkir það hins vegar, að það sé eitthvað erfitt og þess háttar og vinna sig út úr því, þá er það Vestmannaeyjar. Því að þar eru mjög tíð þjálfaraskipti. Þeir eru ekkert að reka þjálfara oft, en þjálfarar endast ekki lengi í Vestmannaeyjum. Og þess vegna þurfa þeir einhvern veginn á hverju ári að byrja upp á nýtt. Þannig að ég veit ekki, ég ætla aldrei að afskrifa IBVF, en ég held að sé alveg ljóst að þeir verða í þessari baráttu bara að halda sér uppi. En að samanskapi yrði ég ekkert hissa þó að við myndum hittast hérna í haust og IBVF myndi lenda í 10. sæti og bjarga sæti sínu. Það bara kæmir alls ekkert óvart. Það er ekkert auðvelt að fara til Eyja og ná í 3 stig, sko. Nei, og það er bara fullt af liðum sem að halda þessi ógeðslega erfitt. Já. Skiptir engu máli hvernig liðið er mannað hjá IBVF, að þá eru menn svolítið mikla fyrir sér, ferðalagt til Vestmannaeyja, sem að þeir þurfa að liggja í vari kannski eins og fyrir utan Þorlákshöfn bara í 3 tíma áður en komast í land. En þetta er mjög erfið ferðalög, virðist vera, fyrir liðina sunnan. Og geta spila þarna núna opnunarleikinn held ég? Loksins, Já, loksins er hægt að spila bara í fyrstu umferð, en reyndar í gegnum tíðina, þá var hægt að spila í Eyjum alltaf mjög snemma, því að grasið þar var bara tilbúið á undan grasi hér á höfuðborgarsvæðinu. Svo ég var að segja, ég held ég sé rétt frá, en ég hef aldrei unnið í Eyjum. Þú hefur aldrei unnið í Eyjum? Það er sturlu starrið. Já. Sturlu staðreynd, já. Þess vegna fékk Grindavík við. Þess vegna fór ég Grindavík. Það fyrir í 10. sæti, Gummi, þínu menn, Þórsarar. Þórsarar, já, nýliðar og svo sem munum við örugglega sjá í einhverjum spám að þeim eru spáð í annarkvort fallsætið. Það er hins vegar, það er mikil stemming í þorpinu og Þórsarar ætla sér stóra hluti. Ég held að þeir eru fullkomlega sáttir hins vegar í haust ef þeir enda í 10. sætinu. Það hlýtur að vera markmið hjá Þór, bara að halda sér í deildinni. Þeir eru búin að vera leiðin upp síðustu 2-3 ár, ætla ég að leyfa mér að segja. Og í fyrra var, ef það hitti fyrra, það sem að liðið bara var hreinlega á leiðinni. Þá voru þeir bara á leiðin upp, þeir eru búin að vinna nánast deildina áður en hún hófst. Þeir voru svo öflugir. En þá fór allt í baklás. Endur í 10. sæti? Já, og voru bara í vesinni. Gekk hins vegar upp í fyrra hér þegar við sáum það að fara upp bara á Þróttaravellinum. En þeir eru kannski ekki búin að styrkja sig mikið. Þeir eru hins vegar búin að fá í raun og veru bara leikmenn sem eru með Þórs
blóð, þeir eru með rautt blóð og þeir eru með Þórs Hjarta, Atli kominn heim og Norskur Framherji. Framherji kominn. Já, og Ágúst Lins, Lins. Bjarni eru komni líka, þannig að þú ert að fá svona menn sem að þekkja, liðið þekkja félagið og ég hef mikla trú og bara, ég er kannski að tala meira með hjartanu heldur en haustnum, en ég hef mikla trú á því að það verði mikil stemming hjá Þórsurum og það voru draumur margra lengi fyrir norðan að fá sérstaklega leiki við Káa í efstild. Þannig að ég er bara mjög spenntur og hef fulla trú á því að Þór verði þeir verði þessari baráttu fallsæti en munu sigra á lokum, eins og maður segir. Jón Þór, sterkt hjá Sigga búa til hann kjarna af Þórsurum? Já, algjörlega, ég er alveg hjartanlega sammála því og ég held að með öll þessi 3 lið sem við erum búin að nefna núna og í þessari fallbaráttu, ef við gerum ráð fyrir að þau verði þar að þau munu öll verða háð því að ná að skapa þessa sterku liðsheild, hjarta fyrir klúbbinn og þannig ná upp jákvæðri stemningu á pöllunum og í þessum bæjarfélögum. Þetta er allt lið utan að landi sem við erum búin að ræða hér og þannig að þau eru háð því að ná og skapa svona öfluga og jákvæða stemningu í kringum sín lið eða þeir eru alltaf að halda sætinu sínu og ég held að Siggi sé að gera virkilega góða hluti í að styrkja liðið og styrkja liðið á þann hátt að stækka þetta Þórs Hjarta og það muni hjálpa þeim í sumar. Talandi það Þórs Hjarta og Aron kemur heim í sumar. Heldur betur. Það er gæði með Þórs Hjarta. Hann var ekkert voðasamt bjartsýnn á það sjálfur í viðtalið dag? Nei, hann líka bara tilkynnti það. Ef hann kemur heim, þá er hann komið að spila fyrir Þór. Og þá verður ennþá meiri stemning? Já, heldur betur. En ég held að við munum alveg eflaust sjá þá styrkja sig. Við höfum eftir að sjá fleiri leikmenn koma áður mótið byrjar, held ég, hvort sem það er Aron eða einhverjir aðrir. Og þá held ég eftir að styrkja sig meira. Íbrahima Balde fór á þetta óvænt á dögunum, kannski sem eina af ástafunum hvers vegna á sunnudagi var? Já, það virtist nú vera eitthvað svona smá ósætti það hvað hann ætti að spila og hvað hann vildi spila. Við sáum hann síðan spila bara með Vestra gegn Víking og hann virkar ekki í sínu besta standi og ég held að það hefur nú ekki verið neitt leyndarmál og Þórsarar vissu það alveg. Íbrahima Balde er hins vegar þegar hann er komin í form, þá er Íbrahima Balde nánast svindlkall í lengjudeildinni. Hann er frábær í þeirri deild og ég hef reyndar verið á því í nokkur ár að Balde í toppstandi í góðu liði getur verið einn af bestu leikmönnum bara bestu deildar. Virkar eins og einhver Jæja Túre bara. Já, hann er bara minni með ónættilega á hann. Hann er þannig byggður og þú bara einhvern veginn, þú meiðir með að rekast í hann. En ég veit ekki hvort það vanti kannski bara svona smá metnað í hann að vilja vera í bestu deildinni og vilja spila á toppnum og þarna því að mér veist þér svona líði bara vel einhvern veginn í lengjudeildinni. Það virðist vera, en ekki það. Hann nánast vann deildina fyrir Þór í fyrra, sko. En já, eins og þú segir, það virðist vera honum líði bara vel í lengjudeildinni og hafi ekki nóg mikið metnað til þess að vera í bestu deild. Ég er líka bara ánægð með það að Siggi, af því að þetta er örugglega ekki auðveld ákvörðun að taka. Þú ert að láta leikmann frá þér sem var eitt besti leikmaðurinn í deildinni þó að sé lengjudeildin á síðustu leiktíð, að þú ert að taka ákvörðun fyrir liðið þarna sem að þarf að taka oft erfiðar ákvörðunir og ég held að treysti Sigga fullkomlega til þess að vera að taka réttu ákvörðunina þarna fyrir Þór. Tveir menn bara mjög spennandi, Einar Freyr, annars vegar 2008 módel, getur hann 17 ára gamall, sko. Getur hann sprungið út? Já, ég meina, hann sprakk bara út á síðustu leiktíð og ég meina, hann var að skora mörk bæði fyrir það og leggja upp mörk og þú veist, hann er 2007 módel og 2008. Já, 2008. Þannig að þetta er bara strákur sem að hann var að hafna einhverju liði, Brann sem að vildi fá hann núna og þannig að ég finnst bara frábært fyrir Þór að við séum að, og við höfum séð á undanförnum árum, það var bara stráka verið að koma upp sem að vera að fara erlendis síðan og
Þannig að ég bara mjög spenntur að sjá hann og það eru fleiri strákar þarna sem að koma upp og einhvern veginn hefur yngri flokkastarfið hefur verið mjög sterkt undanfarin ár og bara í svolítinn tíma og Þórsarar hafa verið að fá upp leikmenn og það skiptir líka bara svo miklu máli fyrir að skipta máli fyrir öll liðin að vera með uppalda leikmenn sem að koma upp bara upp á stemmingin og fólk vilji koma á völli. Annar leikmaður Sigfús Fannar, nær hann að halda þessum, var þetta markahæstur og bestur í lengjudeildinni fyrra, nær hann að flytja þetta yfir í bestu í sumar? Já, vonandi, þetta mjög skemmtilegu leikmaður og vonandi fyrir Þórsarar að hann verði bara jafn góður og hann var í fyrra. Maður hættur að segja efnilegur þegar þú skorar svona mörg mörk í lengjudeildinni, hann voru bara orðinn góður og bara að spila í bestu deildinni. Einar var besti ungi, eða ekki? Jú. Á síðustu leiktíð og síðan til með Sigfús sem var besti leikmaðurinn, þannig að þetta eru 2 leikmenn sem að eiga að sýna það núna á þessari leiktíð að þeir séu verðu í þess að vera í bestildinni. Heldur betur. Fyrir mig 9. sætið, það eru Hafnfirðingar, FH. Mikið gengi á þarna í vetur. Jón Þór, hvernig tilfinningin þín fyrir Fimleikafélaginu? Hún er ekkit endilega neitt svakalega góð fyrir hönd þeirra sem að þykja vænt þann klúbb. Ég sá að spila enga leik á móti IA á föstudaginn og þeir virðast vita alveg hvað þeir ætla sér að gera og ráða Jókala inn í það verkefni og yngja liðið og Jói Kalli vill spila orkumikinn og hraðan fótbolta sem að þeir hafa verið að gera núna í upp á síðkastið og munu fara með inn í mótið. Liðið náttúrulega klálega ekki nóg sterkt til að fara eitthvað mikið ofar í deildin, allavega ekki eins og svo sjáum við auðvitað hvernig þetta fer af stað og hvernig þetta þróast, en ég held að þetta getur orðið gríðarlega erfitt umhverfi fyrir Jóa ef að hlutinni gangi ekki vel í byrjun. Auðvitað þessi nýja stefna kynntu þessu nýja goal-unit stefnu þegar Jói Kalli var kynntur. Damir, bara því eldri leikmennir hafa ekkert gaman að þessu eða hvað? Jú, ég hef alltaf gaman að einhverju tölfræði, sko. Eldri leikmenn, og sagt að bara fyrir mér aldrei einhver tala bara, sko. Ef þú getur spilað fótbolta að hafa tempó eða bara áttu skilja að fá að spila. Og þeir losa Böðvar og Björn er alveg hættur. Hvort það sé rétt eða ekki að losa Böðvar, það kemur bara í ljós. Það sem að heyrir að Böðvar getur ekki spila á þessu tempói eða að missa hrað og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki, Böðvar með það mikið F á hjarta að ég held að hann hefði gefið sér allan fram í þetta verkefni, sko, hvort að að fá mann inn fyrir hann eða hann ætti að koma inn á bekknum eða hvað. Ég held að þessi bara vitleysa að hann geti ekki spila annan fótbolta sem að FH vilja spila, sko. Jói Kalli var líka ekkert að fá stuðningsmenn á sitt band með þessu? Nei, hvorki með þessu nýja í raun og veru bara þegar hann kynntur inn sem þjálfari liðsins og fer að tala um forvera sinn sem auðvitað algjör góðsögn í meðal stuðningsmanna FH og það var pínu klaufalegt. Síðan auðvitað bara hefur maður pínu áhyggjur af, sko, það hafa verið umturna öllu og boða þarna nýja stefnu og bæði í leikmannamálum eða leikmannastefnu og leikstíl liðsins að maður hefur auðvitað pínu áhyggjur af því að við höfum ekki droslega mikla reynslu á Íslandi með þessum sportdirektorum og þessu öllu að klúbbarnir hafa ekkert mikla reynslu af því að fara að vinna hlutina svona grundigt niður í þessum tölvukerfum öllum og þess áttar og byggja lið og búa til lið í kringum þessi upp og líka með félag sem að bara var að vinna þetta allt fyrir ekkert svo mörgum árum og voru bara langbesta félagið á Íslandi og stuðningsmenn FH voru pirraðir undanfarin ár. Undir stjórn Heimis líka heyrði maður alveg pirring að þeir væri ekki að keppa við bestu liðin undanfarin tímabil. Heimir hins vegar var með liðið í efri hlutanum þrátt fyrir að kannski mannskapurinn væri ekki
topp 6 þá náði hann að einhvern veginn að hanga þarna í efri hlutanum og núna, þú veist, Björn Daniel er búin að nefna hann og Bödda og Faka er farinn, Siggi Hall er farinn sem að bara var þeirra aðalmaður á síðustu leiktíð fyrir utan einn mann sem er Kjartan Kári. Akkurat. Og Kjartan Kári stendur hérna í raun og veru einn eftir. Leyfi ég mig bara fullir það. Og ef að Kjartan Kári á ekki bara fullkomið tímabil, þá getur þetta orðið hræðilegt tímabil fyrir FH. Já, og það sem ég held að verði stærsta áskorun hjá FH er hvað gerist utan vallar ef að hlutinir hversu sterkir eru þeir til þess að bakka allar þessar breytingar upp og bakka Jóakalla upp í því að mögulega mun þetta taka sársaukafullan tíma að gera þetta. Það er rosa erfitt að fara í eitthvað svona stefnubreytingar bara allt í einu. Þetta tekur tíma, 3, 4, 5 ár. Þeir eru búin að fá til sér leik, þú veist, Jökull er komin í markið, þú veist, það verður breyting þar. Þeir eru konum með Karlsson þarna sem er hafsend sem að kemur þarna inn. Gils hefur verið að skora mörk fyrir þá. Síðan eftir með Adolf Daða, Sverrir Pál. Þú veist, þetta eru menn sem voru, þú veist, Sverrir Pál var varamaður þannig séð hjá IBVF því að menn fóru að meiðast en stóð sig hins vegar ágætlega. Kári Kristjáns kemur úr Lengjudeildinni. Viktor Nói er að koma frá Belgíu. Þú veist, ég held að hann sé með einhverja 8 leiki þar sem hann fengi að taka þátt í með aðliðin og þetta eru ekki marga mínútur sem hann hefur í raun og veru í fullorðinsbolta. Arnór Borg, þau geta litið á hann sem svona nýjan leikmann ef að hann helst heill, sem er stórt ef. Og þetta er nefnilega, maður heyrir alveg sögur af því að FH sé ennþá tilbúið að losa einhverja leikmenn. Og ég hef miklar áhyggjur af þeim og þetta er í raun og veru, það eru 3-4 lið þarna sem að ég átta mig ekki alveg á. Hvar ég ætti að setja, þú veist, að því að FH getur, held ég, alveg lent í 7. sæti. Ég geti alveg lent í 8., 9., 10. Þú veist, það eru mörg sæti sem FH getur lent í þarna. Og þeir geta alveg sogast í það að vera bara í baráttu við Keflavík, IBVF, Þór. Sammála því? Já, algjörlega. Já, ég er sammála því. Ég sé það ekki fara ofar 7. sæti, kannski. Síðan velti ég fyrir mér eins og veðurfæri okkar er. Hvenær haldið það FH spila á heimavöll? Já. Akkurat. Eins og nefnir bara Siggi Hall, 16 mörk. Björn Daniel, 8 mörk. Hver á að stíga upp? Já. Ég meina Kjartan Kári er maður, þú veist, hann skorar og leggur upp mörk fyrir þá. En það er verið að setja mikla ábyrgð á hans herðar. Þú veist, ég sé ekki alveg hver á að koma að sóknarleiknum annar en hann. Það er erfitt að ætlast til þess að setja einhverja pressu og Gils til að stíga upp núna á sínu fyrsta tímabili og reyna að skora einhver 10 til 12 mörk. Þannig að þetta verður erfitt. En ef bara allt gengur upp, hvar, þú veist, í besta falli, hvar er þakið á þessu liði? Þú veist, geta er raunhæft að setja þá í topp 6? Með þannan hóp? Já, ef allt gengur upp, þá setja ég að þakið sé 6. Sæti 6. En þá þarf allt að ganga upp, sko. Þá þurfum við að vinna alla leiki. Fyrir mig 8. sæti, þar eru framarar, Ólsegir framarar. Þetta í 5. sæti fyrra, er þetta full hart að spá þeim í 8. Jóður? Nei, ég held að það sé bara aftur mjög eðlileg spá með að við bara skoðandi þetta undirbúningstímabil og hvernig þeir klára tímabilið í fyrra, þá held ég að það sé ekki óeðlileg spá. Ég sá nokkra leiki með fram við vetur og mér fannst þeir svona spektakular. Það var engin flugeldasýning í því sem þeir voru að gera í vetur, fannst mér. Þeir hafa hins vegar klárlega einn af bestu þjálfurunum í deildinni. Það er alveg klárt mál og er bara sannað. Þannig að það klárlega er styrkurinn þeirra, langstærsti styrkurinn þeirra, liggur í Rúnari og því sem hann hefur gert og sýnt okkur lengi. Þannig að ég er ekki nokkur vafa það að þeir munu koma með góðan strúktúr inn í mótið og það allt saman, en svona þeir heilluðu mig ekki þessi leikir sem ég sá í vetur hjá þeim. Ég hef engar áhyggjur af varnarleiknum hjá þeim eða liðinu aftarlega á vellinum, en ég hef áhyggjur af
marka skórun í þeirra liði. Hver á að skora markin? Sóttu þetta Atla Þór? Já, Atli Þór hins vegar búinn að vera meiddur í vetur og ég veit alveg að það stóð alveg tæft hvort að það yrði að þessu að hann kæmi til Framara því að hann búinn að vera að glíma við meiðsli. Þeir eru með Vúk sem að var að gera vel fyrir þá síðustu leikti í Framan að þar til að hann meiddist. Bírström leikmaður sem að þeir binda mikla vonir við fengur kannski ekki nægilega mikið úr honum í fyrra. Þeir þurfa hins vegar að fá það sama að minnstakosti frá Tippling, já. Freyr sem að var líka frábær fyrir það á síðustu leiktið. Þeir þurfa meira frá honum, enn meira. Viktor Freyr í markinu sem að, þú veist, mér fannst svona leikmenn nokkrir þarna sem gáfu síðan eftir þegar leið á mótið og þeir eru bara ekki búin að bæta neinu við sig fyrir utan Atla. Já, ef einhver meiðist þá getur þið lent í vesinni. Þeir eru kannski með mjög góða 11, 12, 13 leikmenn. Já, og ég held að Kenny er ekkert að yngjast heldur og hann hefur verið svona þeirra hjarta alltaf ég að segja bara, þú veist, undan frá því að hann kom. Kannski maður sem þarf að reyma sig markaskonuna frá síðasta tímabilið Fred, hann skoraði held ég bara 3 og þau voru öll í Alveg til restina, já, og ég meina Fred er náttúrulega frábær fótboltamaður og hann var reyndar að spila aftar megin þorrana tímabilinu á síðustu leiktið en ef það er hægt að finna þessa stöðu fyrir Fred þannig að hann fái svona aðeins að sveiflast völlinn og svindla eins og vera aðeins að svindla og þeir sé að leita honum. Já, hann er klárlega leikmaður með hæfileika til þess að búa til mörk fyrir Framara en þeir voru svona, þetta var svona held ég ákveðin tilraun á síðustu leiktíð að halda betur í boltan og þess áttar og hann kæmi aðeins tilbaka og var að setja í gang en ég held að öllum frömmurum dreymið það að Fred fá að vera aðeins laus og búa til eitthvað Framara. Ægir Jarl eru auðvitað á leiðinni og þeir eru að hann er bara á leiðinni svolítið lengur en það líka ekki að sé á leiðinni með skipi. Gæti hann slottað í þetta hlutverk sem Fred var í á síðasta tímabili og Fred farið þá Framar? Já, Ægir Jarl, ég hef einhvern veginn alltaf haft einhverja taugar til Ægis Jarl. Í KR, hann var í mörgar í KR og ég var alltaf að bíða eftir því samt að hann myndi springa aðmila út. Því að hann er með mikla vél, hann getur hlaupið upp og niður, hann er svona 8 myndi ég segja, þar sem hann er bara box to box leikmaður og hann getur skilað sér inn í teginn og ég auglýsi eftir fleiri mörkum frá Ægi. En til að svara spurningunni þinni að þá varðandi hlutverki sem Fred átti að leysa í fyrra hjá Frömmurum og þá held ég að Ægir Jarl komi ekki til með að leysa það inni hjá Frömmurum. Hann nákvæmlega eins og Gummi segir, hans styrkleikar liggja í vítategunum. Framalega á vellinum, já. Hann að sita fyrir framan vörnina og stjórna spilin og eitthvað svona er ég ekkert vissum að Ægir Jarl komi og gerir fyrir fram. En varðandi Framarana þá eru fullt af leikmönnum sem búa til og geta skapað mörk. En síðan er bara spurning hvort einhver af þessum 3 senderum nái að skora eitthvað að þeim. Það er þar sem maður hefur kannski mestar áhyggjur af sóknarleik Framara. Fram þarf 2 af þessum leikmönnum til að skora 8-10 mörk. En bara til að taka skrefið kannski aðeins ofar þeir endur í 5. sæti fyrra, þarf 1-2 statement sign til að geta tekið það skref? Ég held það. Mér finnst þessi styrking ekki nægilega mikil og ef að Framarar ætla sér eitthvað, ég veit að Rúnar hefur klárlega metnaði það að fara ofar með Framara en ég veit ekki, Fram hefur verið svona bara eftir flutningin upp eftir og þú veist, glæsilegur nýr völlur og þess aftar þá finnst mér að vanta samt eitthvað í félagið, að félagið bara sendi skilaboðum það, heyrðu, nú ætlum við að stíga skref hérna, þeir stigu skref með því að vera í efri hlutanum á síðustu leikti eftir að hrundi allt hjá þeim eftir að náðu ekki í efri hlutan tímabilið á undan, þetta var samt einhvern veginn allt erfitt eftir að úrslitakeppnin fór í gang því að þeir voru bara númer og litlir fyrir hinn. Já, ég held að sé líka kannski nokkur líkindi með því sem að við Skagamenn lendum í á síðustu leiktið eftir frábært tímabil þar á undan að þeir komið með liðið á einhvern ákveðin
stað Já. eins og Framararnir eru í efri hlutanum og í 5. sæti þá getur reynst þeim mjög erfitt að styrkja liðið eða finna leikmenn sem virkilega styrkja liðið af því að þá ertu komin upp í flokk sem að kannski Víkingur, Breiðablik, Það keppa við stærri. Valur var lengi vel höfðu bara enga rétt á og síðan eru hinn liðin sem fá pikku upp afgangana þó að þetta er einhverju leiti breyst í vetur að þá gæti þetta verið og er stór áskorun fyrir Framarana að finna leikmenn sem virkilega styrkja liðið vegna þess að þeir ná flottum árangri í fyrra og þú þarft að fá þá leikmennina upp á tærnar til að gera ennþá betur og Þá kannski er þetta að leita eitthvað út í útlendinga. Já, þeir hafa náð í frábæra útlendinga eins og Tipplingi í fyrra og ég er náttúrulega mjög hrifinn af þessum 3 sóknarmönnum sem þú nefnir, Vuk og Bístrum og Atla sko þeir geta hafa allir burði til þess að springa út og sinna þessu hlutverki fyrir Framarana, þeir geta það er ekki nokkur spurning. Það voru gaman að sjá hvort þið gera það. Heldur betur. Förum í 7. sætið. Þar eru Káa, nánast í áskrift í 7. sætið. Stefna eflaust hærra. Hvernig svona bragurinn á norðarmönnum? Sko, ég held að það sé alveg bjartsýni hjá Káamönnum. Þeir fá stóran leikmann, núna bara á dögunum þegar Djuric kemur. Þeir náðu í leikmenn fyrr í vetur heldur en kannski séð undanfarin ár. Þeir fóru í Montiel og Petersen, báða frá vestra. Þeir eru konum með Svíja í vörnina, ekki Krón. Sveinn Margeir var líka að koma, þó hann sé í láni, þá held ég að það muni bara styrkja þá. En það verður reynda mjög áhugavert að sjá hvað Sveinn Margeir, hvað hann stendur hennilega, því að hann er búinn að vera frábær í 1,5 ár í raun og veru. Hann er reynda búinn að vera í Ameríku í skóla. Þeir hins vegar missa mannin sem að í raun og veru breytti öllu á síðustu leiktíð sem er Birnir Snær. Því að Birnir Snær gerði bara aðra leikmenn betri í Káa-liðinu. Þeir eru hins vegar áfram með sína aðalmann sem er Hallgrímur Mar og maður svona bara vonar Káa vegna að Hallgrímur Mar hætti að eldast því að hann einhvern veginn, hann virðist ekki eldast hjá þeim, hann verður bara betri og betri með hverju tíðanbylinu. Þeir missa Ívar síðan til Blika á dögunum. Og það er svona, það eru mikla breytingar. Bjarni Aðalsteins, þar er annars sem að ég held að Káa eftir að sakna því að mér fannst Bjarni vera sterkur á síðustu leiktíð og einhvern veginn vanna og þegar að leið á tíðanbilið hvort að Daniel Djuric muni ná að gera eitthvað af því sem að Birnir Snær var að gera á síðustu leiktíð. Ég er ekkert alveg sannfærður það. Hann er óútreiknanlegur leikmaður. Já. Og hann þarf súrefni og hann sprengir upp lið og leiki og þess áttar en ég er mjög spenntur að sjá Káa en ég er svona aðeins hræddur samt að þeir eru ekki með mikinn hraða þeir missa hraða með að Birnir sé farin því að Montiel og Petersen hvoruð þeirra er með einhvern hraða Samuelsson hann er ennþá hjá þeim, færingurinn, og hann er ekki með hraða. Hallgrímur er ekki með hraða, en hann þarf ekki hraða, reynda sér betur fer. Hver eru fleiri þetta? Ég meina, þetta eru Ásgeir. Ásgeir eru að glíma við meiðsli undanförnu. Þetta er mjög góð punkti með þennan hraða, sko. Við spilum við hérna fyrir kannski mánuð, 2 mánuðum. Þá hugsa ég allavega eftir leikinn bara að þetta verður erfitt sumar hjá þeim út af því einmitt að vantar hraða. Þetta var rosalega hægt, spiluðu mikið tilbaka og til hliðar, mikið að krossum og það var enginn inn í teig með hæði eða eitthvað svoleiðis til þess að vinna fyrst og annan bolta sko. Þannig að svona, en ég kannski aðeins hef meiri trúða núna eftir að ég sótti þessa leikmenn. Já, og mér finnst sko Káa að gert frábæra hluti eftir að þeir selja Ívar vegna þess að þegar þeir selja Ívar að þá hafði maður gríðarlega miklar og þungar áhyggjur af Káa. Ekki bara sko erfiðu tímapunktur að selja fyrirliða sinn
þarna í febrúar eða ekki. Jú. Þannig að það svo stutt í mót að og þá eru þeir búin að missa Danna Hafstein, Svein Margeir þarna, þeir missa Bjarna eins og maður segja. Bjarna sem gríðarlega mikilvægur leikmaður fyrir þá. Þetta allt uppaldir káa strákar og hafa verið að missa þessa menn af miðunni hjá sér og sem að enda svo með Ívari núna sem fyrirlið þeirra og Við styrum alltaf Ingimars Stöðle sömulegis og Römmel Daninn sem að kom á síðustu leiktíð. En á þessum tímapunkti og síðan þeir selja hann þá finnst mér að hafa gert frábærlega í að ná í Djuric og þannig að þetta lítur miklu betur út heldur en það gerði fyrir stuttum tíma síðan. Hafa samt ekki sótt Hafsend, þessi Krún bakur. Já, hann vinstri bakurur. Það eitthvað sem segir mér samt, þeir sé ekki hættir. Svo eitthvað viðtal daginn við þjálfarann og sagði að vilja fá kannski 1-2 viðbútt. Já, heldur betur. En hann þarf kannski að brýna fyrir mönnum þegar að byrja deildina alveg hræðilega síðustu ár. Hann þarf að brýna fyrir mönnum að byrja þetta almennilega núna. Já, Hatti hefur alveg komin á það í viðtölum undanfarið tímabil að hann átti sig alveg á því og þeir, ég held að hann hef sagt það bara undir lokin á síðast tímabil, þá sagði hann í einhverju viðtali mitt að við þurfum aðeins að breyta til og við þurfum að vera klárir þegar þetta byrjar því að þetta skemmir klárlega fyrir þeim. Að þeir hafa mistað sætum í efri hlutanum og þeir hins vegar, þú veist, þeir hafa verið í bikarnum og unnu bikarinn. Þannig að það svona, ég veit ekki, það alveg stemming hjá Káa og ef að Káa byrjar þetta tímabil vel, þá getur Káa alveg verið að blanda sér í það að vera í efri hlutanum þráttur þessa spá ykkar. Já, sammála því. Damir, Daniel Djuric, hvernig hann óþolandi inn á vellinum? Hann það, hann alveg óþolandi en hann frábær leikmaður. Ég bara fagna því að hann sé komin aftur. Ég held að allir fagni því sem að fylgjast með bestdeildinni. Vitalega hann þegar hann kom. Ég meina þetta bara geðvikt sko. Þetta viðtala heim á safni. Já, þetta bara geðvikt. Þetta gæði sem að litar deildina og bara því fögnum við innilega við sem erum að fjalla deildina. Heldur betur. Ef við förum í 7. setið, mættir í efri hlutan. Það eru Valsmenn. Það kannski mikið gengið á þar líka eins og í FH kannski þetta. Þeir þetta svolítið saman? Já, Valur klálega, að því við vorum að tala um FH þá myndist ég á það að það væri hana 2, 3, 4 lið sem að maður svona á mjög erfitt með að átta sig á. Valur hefur verið aðeins í felum. Þeir hafa ekkert verið að máta sig við bestu liðin. Nei, eða bara liðin í bestdeildinni. Því að þeir hafa sendt bara, ég ætla að segja nánast úlingalið sitt í þá leiki sem þeir eru að spila. Þeir eru að spila núna svolítið að æfingaleikjum, það sem eru svona að setja sína helstu hesta inn, en þeir voru í vetur með mjög marga meidda og það eru fleiri sem einhverju leikmenn sem verða náttúrulega bara áfram meiddi. Patrik Petersen ekkert að fara að spila á næstunni. Kristinn Freyr. Maður heyrir bara tímabilið. Já, ég meina, það heyrir maður Kristinn Freyr sé jafnvel ekkert að fara að spila á þessu tímabili með Valsmönnum og það heldur betur missið því að þetta eru bara 2 bestu leikmönnum bestdeildarinnar. Patrik ekki klár fyrir inn í júní sennilega, eitthvað svoleiðis. Að vonast eftir því að hann geti spilað. Já, ég meina að hann verið klár þá veistu ekki hvenær hann komin í sitt besta stand. Og Valur ég meina Valur voru að tilkynna leikmann að nafni Veldmann sem hefur verið að spila hvað hann að spila? Litáin eða ekki? Í Litáin, jú. B-deildinni þar? Það fór einhverjum tveimur sögum að því hvar hann hafi verið að spila í hvaða deild og þess áttar. Mér þetta alveg sami í hvaða deild hann að spila en ég las allavega yfirlýsingu þarna þar sem að þeir töluðu að hann og pappa hans séu búin að vera hérna í viku og þetta eru óbúslega góði menn. Það virtist vera stóra atriði í þessu öllu saman en þetta er búið að vera skrítin vetur hjá Valsmönnum og ég hef svo sannarlega áhyggjur þarna. Þeir eru ekki búin að missa kannski marga leikmenn sem voru í stórum hlutverkum. Aron Jói, hann ekki að fara að spila með þeim. Siggi Lár farinn, Lundimó farinn. En síðan eftir með þessa menn sem vorum að tala í meiðslum. Gitti Patrik, já. En fyrir eru Valsmenn með mjög sterkan leikmannahóp. Ég meina Skram, Hólmar, Lúkas Logi, Tryggvi, Jónatan Ingi, Birkir Heimis, Adam Ægir, þeir eru með gríðarlega sterkt lið sem að
ég trú ekki öðrun að þessi gerð krafa á það að Valur sé að berjast í kringum toppinn, þráttur að það séu einhverja áherslubreitingar hjá félaginu og þess aftar, þá eru þeir bara með leikmannhóp sem á að vera að keppa í og í kringum toppinn. Valur var bara ekki langt frá því á síðustu leiktíð hreinlega að skáka þessum liðum því að þeir voru bara í frábæri stöðu þarna þegar að lítið var eftir á mótum. Það er samt þess að vanti svolítið á miðjuna. Þeir eru með Bjarnar Mark sem líka getur spilað hafsend, Birkir Heimis, Skólund, síðan Kitty Freyr átt. Kitty Freyr í burtu en maður heyrir það líka reyndar að Valsmenn séu á fullu að taka inn einhverja leikmenn núna og það komi fleiri nöfn sem við fáum bara núna næstu dögum. Það hins vegar ekkert auðvelt og ég held að það þekki það allir sem hafa spilað og verið að þjálfa. Þú veist að fá einhvern rétt fyrir mót. Þú veist í fyrsta lagi ekki nákvæmlega hvað þú ert að fá. Já. Og í öðru lagi bara að púsla mönnum inn á síðustu stundu. Án þess að kannski vera búin að spila leik með þeim. Alls ekki ákjósanlegt og þetta er mjög stuttur tími í mótið, í að mótið byrji. Og og það sést ennþá að leita að kannski lykilmönnum í liðið, það er auðvitað bara slæmt og Gummi nefnir það að þeir hafa verið í hálfgerðum felum í vetur á undirbúningstímabilinu og mér finnst allt og mörg lið í vetur vera að það er bara gengið illa á þessu undirbúningstímabili og svona manni virðist sem allt og mörg lið í þessari deild séu bara hreinlega að vanmeta undirbúningstímabili eða allavega á mótin sem að hafa verið í vetur og Valur þeir þar á meðal og verið að senda hann á flokkin sinni leiki og hvíla menn og láta á æfa eitthvað annað og eitthvað svona þannig að og síðan er bara vika eða 10 dagar í fyrsta leiki í Íslandsmóti og þú átt ennþá eftir að ná þér í leikmenn og það til dæmis bara í hvaða leikjum ætla þær að skoða á í Íslandsmótinu. Já. En það er alltaf verið að fá leikmann bara viku 10 dagar fyrir mót. Hvað þá ef hann er ekki í formi? Það tekur tíma að koma hann í gott form. Það hefur verið mjög neikvæð umræða í garð Valsmanna. Þú veist, ef þetta byrjar illa getur þetta verið fljótt að súrna? Já, ég veit það nú ekki, en eins og Gummi segir, þeir eru með mjög góðan hóp og það eru stóri karakter hann ennþá. Til dæmis Hólmar og ég veit ekki hvort hann sé ánægð með það að fara inn í móti svona fyrrandi atvinnumaður og allt það sko, það já, ég veit ekki, eins og þú segir, stemningin þarf að vera í lagi allavega, það var eitthvað súrt þarna í fyrra og þeir eru búin að henda mönnum út, búin að fá nýja inn, þannig að þetta þarf að smetla allt í byrjun í þeim. Hvernig bara líst ykkur á Hemma? Fyrsta svona stórlið sem hann er með? Já, og þú veist, Hemmi er búin að þjálfa í Eyjum náttúrulega og með Fylki. Sko, ég efast ekki það að það verður gefið allt í þetta hjá þeim. Mér finnst þetta samt bara að hafa verið ótrúlega skrítið allt saman í vetur og eins og Jón Þór kom inn á, þú veist, þeir eru búin að vera bara þeir eru búin að spara einhvern veginn leikmennin sína, ég veit að einhverju eru búin að vera meiddir og hafi ekki getað að spila en samt hefur maður heyrt bara svo skrítnar sögur á því, þú veist, þeir koma úr æfingarferð og þeir fara síðan í frí eftir það og síðan er bara valkvætt hvort að menn vilji fara norður að spila einhvern leik og það er alls konar sögur sem maður heyrir sem maður á ekki að venjast frá félagi eins og Val sem að er bara búið að koma sér á þann stall í íslenskri knattspyrnu undanfarin ára. Þeir eru bara þarna til þess að vinna og núna finnst mér eins og það sé búið að einhvern veginn að stökkva af þeirri lesta eins og Valur þykist ekki eða ætla ekki að keppa titilin eða eitthvað þess áttar. Reyna. Það er svona tilfinningi sem að ég hef núna, við ætlum að reyna en það séu ekki, kröfurnar séu ekki að sömu sem að kemur mjög óvart með við þá Valsmenn sem ég þekki. Jón Þór, var Hakan, færi hún í gólfið ef við myndi enda í 7? Nei, það er náttúrulega bara eins og já, í raun og veru eins og liðið. Ég meina, þetta er frábæri leikmenn sem er í þessu liði, þannig að auðvitað þeir að vera ofar og það kemur, já, verulega óvart ef þeir yrðu svo neðarlega.
Förum í 5. sæti, vestur í bæ, KR-ingar. Óskar Hrafn hefur verið, og lærisveinar hans hafa verið í stuði á undirbúningstímabilinu. Þeir hafa verið í miklu stuði og ég get lofað því allavega að áfram verða þeir langskemmtilegasta liðið að horfa á í bestu deildinni. Það mun ekkert breytast því að ef einhverjum fannst þeir ekki spila alveg nógu mikið varnarleik eða þétta varnarleik á síðustu leikti, með það sem ég sé, þá verður hann ekkert þéttari. Það verður bara aukin áhersla á sóknarleikin og ég satt að segja bara mjög spenntur. Þeir eru ekki búin að fá marga leikmenn. Arnór Ingvi hins vegar risa leikmaður sem kemur inn í þennan hóp og hann mun gera mjög mikið fyrir þá. Ég mikill krummamaður, Hrafn Tómasson sem hefur verið í láni hjá Þrótti og svona, hann hefur verið að spila leikina núna og heils og það mjög mikilvægt. Þeir mistu Júlíus Mar, Atla Sigurjóns og Præst. Þetta eru svona 3 leikmenn sem voru að skila mínútum á síðustu leikti sem eru farnir. En ég bara, KR alveg eitt af þessum liðum sem ég setja hennan flokk með FH og Val. Ég átta mig ekki alveg á þeim. KR getur unnið alla og unnið alla samfarandi ef það farið. En þeir geta líka tapað gegn öllum liðunum sem að sýna mikla skynsemi í leik gegn KR-ingum. Þá geta þeir tapað fyrir þessum liðum. Og þess vegna held ég að KR geti ekki orðið meistari. En fyrir mér getur KR lent í öðru til 7. sæti. Já, ég sammála því. Ég held að KR sé liðið sem ég mest spenntur fyrir í ár, sko. Mjög hvernig þeir spila og þeir skora bara 5 mörk í leik og ekkert að pæla hannis í varnarleiknum, sko. Þannig að markmannur upp á miðju að skalla bolti burti, sko. Arnar Freyr að spila bara á miðju nánast. Því að þeir munu fá sér mörk að minnsta kosti í öðru krónuleik þar sem skora frá miðju eða hreinlega að einhver sleppur í gegn og enginn í marki, sko. Ef þau skora alltaf 5 og fá sér 4 þá þetta bara alltaf mjög gott. Það takmarkinu ná. Já, ég held ekki nokkur spurning að KR liðið mun eiga betra tímabil heldur en í fyrra í ár, einfaldlega bara vegna þess að þeir lenda í alveg svakalegum skakkafullum á miðju sumri eða nánast allt tímabilið í fyrra eru þeir með gríðarlegt magn af góðum leikmönnum upp í stúku sem að tekur svolítið taktin úr vegna þess að byrjuðu mótið í fyrra alveg gríðarlega vel og skemmtilega og í raun og veru ná þeir aldrei sama taktinum eins og kannski að koma svo upp núna aftur í aðdraganda þessa móts núna þannig að ef þeir losna við þessi áföll aftur að þá held ég að við munum sjá miklu betri takt í liðinu, miklu betra og heilsteyptara tímabil heldur en í fyrra. Arnór Ingvi að fylla í götin? Eða hægt að fylla í þessu gött? Nei, ég held að það sé ekki takmarkið hjá Óskari að fylla eitthvað í götin. Hann vill skora fleiri mörk heldur en andstæðingurinn. Arnór Ingvi mun hins vegar stjórna betur heldur en einhverju leikmenn sem þau höfðu kannski fyrir. Þá mun hann stjórna betur í kringum sig og kannski hann komið með ákveðin þjálfara inn á völlin núna sem hann hefur ekki haft hann Óskar hjá Leitóra. Já. Og Arnór Ingvi og Aron Sig verða bara algjörir lykilmenn í þessu liði því að ef þeir missa annarkvort þeirra út þá getum við litið aðeins aftur til síðast tímabils þó það verði ekki held ég jafn slæmt þar sem þeir eru bara í úrslitaleik í síðustu umferð en þeir mega ekki missa þessa leikmenn út nánast á neinum tímapunkti. Getum við bara búist við að nánast öll mæti bara passív á móti þeim og lokki Arnar og alla? Óskar mun mæti viðtöl og hvetja menn til þess að gera það ekki og það munu einhverjir fara eftir því og við höfum séð það gerast. En ég mjög hissa á þeim liðum sem að ætla að fara í þennan bolta bara gegn KR. Því að það ekkert lið betra heldur en KR í þessum bolta. Að það sé bara að vera að spila fram og tilbaka og það bara aðra mann út allt. Já, og ég mjög hissa ef að lið alltaf mæti í það því að
það eru bara mjög fá lið sem hefur nokkuð möguleika í KR í þeim fótbolta og ég hugsa að ég sjálfur myndi alltaf mæta bara og pakka niður og refsa þeim í skyttisóknum. Já, bíða eftir og þeir gerir mistök. Ungu strákarnir Sigurður Breki og Alexander Rapp hafa heldur betur verið í stóru hlutverki. Skellur að missa Alexander mitt sumar? Já, þú veist, en hann búinn að vera á leiðinu út frá því að hann var 10 ára sko, þannig að við vissum það alveg að hann myndi fara. Siggi Breki hins vegar mikilvægari leikmaður í KR-liðinu í dag. Hann reyndar meiddist og ég held að hann fengi einhvern heilahrysting bara í síðasta leik hjá þeim. En hann einn fyrsti maður á blað í KR-liðinu og hefur verið frábær í vetur fyrir þá. Síðan veit maður ekki hvort að Alex sé að fara strax, þú veist, ef Óskar og KR sjá það að hann sé bara mikilvægur hluti af hópnum, þá ég ekkert hissa þó að við myndum kannski sjá að hann yrði lánaður til KR og myndi klára tímabili á KR ef út í það farið, en ég bara þvaðra eitthvað til lofti samt núna, þú veist, en það væri örugglega möguleiki ef hann mikilvægur hluti af hópnum þegar að líður inn í tímabilið, sko. Jón Þór, geta þær fallið, þú veist, jafn lágt niður og á síðastu tímabili í töflinni þar að segja? Nei, ég sé það ekki gerast. Eins og ég sagði áðan, ég held að ef þeir losna við þessi gríðalegu meiðsli sem lenda í mitt sumar í fyrra, þá held ég að þetta tímabil verði miklu sterkara fyrir KR. Þannig að nei, þeir eru með bara frábærlega skemmtilegt lið og sterkar leikmenn, þannig að ég held að við erum alltaf að sjá KR í efri hlutanum í þessari deild. Það var gaman á meistaravöllum, við lofum því. Förum í 4. sætið. Þínir gamlu menn, Jón Þór, Ía. Hvernig, það er mikil stemning á Skaganum, búið að blása í herrlúðra? Heldur betur og virkilega öflugur liðstyrkur sem þeir hafa fengið, gríðarlega skemmtilegir og góðir spilarar. Það hins vegar hefur verið með Skagan eins og fleiri liði í vetur að það hefur ekkert gengið sérstaklega vel hjá þeim á þessu undirbúningstímabili, ekki hvað úrslit varðar og hafa ekki verið að spila vel í þessum leikjum í vetur, þannig að ég veit að menn hafa áhyggjur af spilamennsku liðsins í vetur, þannig að það er spurning hvernig menn smella inn í þetta svona á loka metrónum og hvernig þeir mæta inn í mótið, en ekki nokkur spurning að liðstyrkurinn sem að hefur komið er úr efstu hillu. Damir, Gísli Eyjóls, Gummi Tóta og Böddi Löpp. Já, þetta alvöru prófílar. Markus Páll. Já, bara frábæri leikmenn. En eins og þú segir, þá hafa úrslitin ekkert verið eitthvað frábær í vetur og maður veit ekki hvernig byrja mótið. Gísli Eyjólfsson var einn af bestum leikmennum deildarinnar. Svo fer hann út og hann verður kannski öðruvísi hlutverki á Ía en hann var í Breiðablik. Í Breiðablik var hann mikið að fá boltan sprengja upp leiki og skora mörk og hann svona spilar aðeins öðruvísi stöðu núna til dæmis í Ía. Þannig að svona bara kannski aðeins aftarlega á vellinum minna kannski að fá boltan og sprengja upp völlin og öðruvísi leikstíll sem Ía spilaði Breiðablik á þessum tíma og þannig að það verður áhugavert að sjá, en Gísli, Gummi, Böddi í toppstandi, þetta eru bara alvöru leikmenn. Þetta eru risanöfn sem eru ég held líka að sko Markus Páll, hann geti orðið bestu kaupin að þeim öllum. Það er eitthvað sem segir mig það að sá strákur er gríðarlega spennandi. Ég er mjög spenntur fyrir að sjá hann í sumar. Sem ég heyri líka bara þráttur að Skaginn hefur kannski ekki verið að spila fullkomna leiki í vetur, þá heyrir maður það úr öllum áttum frá þeim liðum sem hefur að spila við þá að það sé ógeðslega erfitt að spila við þá. Og það er eitthvað held ég sem að Skaginn vilji alltaf standa fyrir og maður man bara eftir því sem leikmaður sjálfur að maður svona stundum spilaði Skaginn eðlilega erfiðir gæjar sko. Og Skaginn, ég allavega það sem maður hefur heyrt er að menn tala alveg það að Skaginn muni, og ég þekkjandi Lárus Orra aðeins,
þá munu Skaginn láta finna fyrir sér og það verður mjög erfitt að spila á móti. Og maður heyri það líka að þeir æfa meira en það var gert kannski áður en að Lárus kom, hlaupa meira og meira að lyfta og svona, þannig að þú veist, það getur orðið bara Ekki jafn góðir í fótbolta. Ekki jafn góðir í fótbolta. En hvað hefur verið að klikka á undirbúinnstímabili? Já, þetta bara kannski eins og Damir segir, kannski eru þeir að æfa meira, kannski eru þeir að lyfta meira, hlaupa meira og eitthvað svona og eru minna að spá í hvað þessi leikir gefa þeim eða hvað úrslitin getur gefið þeim. Þannig að við skulum bara vona það að þeir séu að hár réttum stað með liðið það sem þeir ætluðu sér og séu bara að fara inn í mótið á fljúgandi siglingu og hafi fórnað keppnunum fyrir það. Enda mótið í fyrra og að vinna fullt af leikjum líka, þannig að það skiptir máli. Eða fullt. Já. Heldur betur að enda þetta á jákvæðum nótum. En þú veist, hvar geta þær farið challenge að efstu 2-3 sætin? Já, ég held að þessi bara konu með vali mann í hverju rúmi og geta það alveg klálega og eins og við tölum fyrir í þættinum að ef þeir ná að búa til sem ég veit að þeir munu ná öfluga liðseild úr þessum hópi og fá menn til að vinna vel saman og svo framvegis og búa til stemningu í bæjarfélaginu og upp í stúku og þá þetta lið til alls líklegt. Hver krafan upp á Skaga? Ég myndi halda að það væri aldrei undir þessu 4. sæti sem að þeir eru að spá hér. Ég myndi halda það. Förum í 3. sætið. Það eru Garbaðingarnir, Stjörnumenn. Náðu Evrópusæti í fyrra, mátti ekki tæpara standa. Hverju horfir á mig? Töpuðu þarna móti Blikum með einu marki. Hvernig tilfinningi fyrir Garbaðingum? Þeir vilja eflaust vera hærra en 3. sæti? Já, og ég hef sjálfur góða tilfinningu fyrir Stjörnunni og svona fyrir leik sem þið spiluðu á móti KR daginn þá var ég á því að Stjarnan væri bara næst besta liðið í bestudeildinni. Stjarnan er mjög vel mannaðan hóp og þeir fengu Birni Snær, þeir fengu Gústaf Hafsend úr vestra og ég er mjög svektur ef að Stjarnan er ekki að gera alvöru atlögu að því að verða meistarar í ár. Ég sá enda viðtal og heyrði viðtal við Heimi Guðjónsson daginn, hann vildi setja auka pressu á Stjörnuna og Garbaðinga yfir höfuð og ég skil það alveg, þú veist, Birnir Snær er kominn, þeir eru með Guðmund Baldvin, þeir eru með Emil, þeir eru með Guðmund Kristjánsson, Jóhann Pál, Damil sem að takk ég eftir, hann með verða öflugur hjá þeim í sumar. Ég er bara að vona að Stjarnan verði ekki í neinni tilrauna starfsemi. Þeir stilli upp sínu besta liði til þess að vinna alla leiki. Þú veist, ég veist ekki það að þjálfarinn vill gera það, en ég tel mig vera með besta lið Stjörnunar og geta stilt því upp. en þú veist, Jökull hins vegar þjálfarinn og hann gerir... Hefur ofta aðra skoðanir. Já, hefur allt aðra skoðanir og kannski út af því hann þjálfari þeirra en ekki ég. En ég hef, mér finnst þið bara að vera með frábæran hóp. Þeir mistu Kolsker sem að kom enda bara mitt bót í fyrra. Adolf Daði er eiginlega hinn sem að var að skilja einhverjum mínútum á þess að vera mikið í byrjunarliðinu og síðustu leiktíð. Þannig að þú veist, þetta er ekkert mikla breytingar en ég held að Stjarnan sé hins vegar á þeim stað með hópinn sinn að þeir ekki vera feimni við það að láta vita því að þeir eru alltaf kepp það að vera meistarar. Er þetta næst besti hópur deildarinnar? Ég er ekki frá því. Þú veist, Stjarnan, Breiðablik, Víkingur, ég held að þetta séu 3 bestu leikmannahóparnir. Skaginn hins vegar, þú veist, þeir taka inn 4 atvinnumenn. Þeir eru ekkert langt frá varandi leikmannahóp. Þarna, KR er alveg með mjög fínan leikmannahóp. Valur er með frábæran leikmannahóp. Það eru fullt af liðum með frábæra leikmannahópa en ég held að Stjarnan geti bara stilt upp einu af bestu liðunum, 11 manna liðunum sem við sjáum hér á landinu. Getur Jökull og Stjörnumenn challenge að Víkinga? Já, ég held að það sé ekki nokkur spurning að þeir geti það. Eina stóra spurningamerkið
hérna hvort þeim muni takast að finna einhvern stöðuleika í varnarleikinni hjá sér sem þeir hafa ekki náð undanfarin ár, þannig að hérna hvernig þeir stilla honum upp og hérna það langstæsta spurningum ekki, síðan þetta bara konfektmólar út allan völl þarna framalega á vellinum sem að er ekki nokkur spurning að er á pari við hérna öll hinliðin í deildinni og þetta bara spurning hvernig þeim tekst til að ná stöðuleiki varnarleiki hjá sér. Og bara líka, hvað gerist ef þeir ná að fara langt í Evrópu með hann hóp, haldast allir heilir. Eins og til dæmis Emil og Andri Rúnar, Gummi Kriði var eitthvað að glíma eitthvað smá meiðsli líka. Þannig að svona álagið líka, ef að það kemur inn í, þannig að það geti kannski verið smá vesinn. Þurfa að sækja varnarmann, sóttu þetta Gústaf Kjeldsen? Þeir sóttu Gústaf, ég veit ekki hvort þeir þurfi eitthvað, þeir eru með Sindra sem að hefur spilað mjög mikið fyrir þá í öftustu línu. Gummi Kristjáns, hægri bakvörður spilað þar. Þeir eru eins og með Damil sem að getur spilað bæði hægri og vinstra megin. Bjarki Hauks skila bara flottum mínútum fyrir þá í hægri bakvörðarstöðunni. Þannig að ég held að Ég veit ekki, ég held að sko þegar telur þetta upp, það er ekkert af þessu sem að segir manni sem að kallar Íslandsmeistaratitil á þig. Nei. Svarið við spurningunni já, þeir verða að ná sér í toppklassa varnarmann ef þeir ætla að landa titlinu. Þeir geta keppt við Víking og þeir geta hangið í þeim og eitthvað svona en ef þeir ætla sér að vinna titilinu þá verða þeir auðvitað. Ég sé Stjörnuna ekki ná í varnarmann. Ég er búin að segja það. Ég er búin að segja það við tölum að þetta sé klárt hjá hann. Við hvetjum hann til þess. Það eru Blikar, Damir, þínu menn. Hvernig hljóði í Blikum? Hljóði í Blikum er fínt. Ég er svona sjálfur persónulega hef smá áhyggjur af þeim með við úrslitin í vetur til dæmis. Mikið á tapleikjum, mikið á mörkum á sig. Er enda búin að fá Ívar inn núna og sóknarleikurinn, það getur orðið líka smá brass ef að Kristoffer Ingi verður ekki heill bara í allt sumar. Þeir fengu Jónatan inn, hann er kannski ekki mikil frammeri, meiri kantmaður. Við þurfum að fá Óla Val inn aftur í gangi eins og hann endaði Evrópudeildinni í fyrra. Já, ég er svona hef smá áhyggjur af þeim. En já, hvort veit þú ert að fara að spyrja mig hvort ég er séns á að vinna deildina. Ég er bara svona 50-50 í báðum áttum með það. Þetta Evrópulausir sem hjálpa væntanlega. Hvað segirðu? Spila ekki í Evrópu, það Já. Hjálpa í deildinni? Hvort það hjálpar ekki, ég veit ekki. Við vorum vanir að spila leiki á 4 daga fresti sko. Núna er kannski leikur með 2 vikna millibili mögulega. Þannig að ég veit ekki hvort það hjálpar ekki. Það þurfa ekki senter? Jú, þeir þurfa sendir. Mér heyrist allavega á fólki í Smáranum að það sé verið að leita að sendir. Hvaðan hann kemur veit ég ekki. En sem er líka bara mjög mikilvægt fyrir að fá sko fyrir mót. Það er ekki langt í mót. Þannig að þetta aftur farin að tala eins og með Valsam. Já. Það 10 dagar í að deildin byrji og þeir eru að leita og það hefur náttúrulega verið fréttir það að þessi sé að koma á inn. Jó Berg væri á leiðinni en svo er hann ekki á leiðinni. Þetta búið að vera mjög skrítið undirbúningstímabil á allan hátt hjá Blikum. Þeir eru lengi í Evrópukeppni og byrja þar að leiðandi undirbúningstímabili seinna heldur en önnur lið. Þannig að þeim en síðan hefur leikmannakaupin finnst manni líka verið skrítin sem sagt hvað þetta veit frábær kaupi Ívari og en svona þetta að vera ekki komin með senter hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þá sem standa að þessu liði, sérstaklega þeir eru svona stutt í mótið og aftur talandi Val áðan í hvað leikjum ætlaðir þá að koma þessu senter í gang eða falla að leikstíl liðsins og svo framvegis. Þannig að Já, talandi leikstíl liðsins, hann er búinn að breytast mikið. Já. Hvernig veistu bara Óli að hafa komið inn í þetta? Bara þegar ég var, það var bara mjög fínt. En kannski öðruvísi leikir
Evrópuleikir, öðruvísi áhersla á þeim en kannski hérna heima. Breiðablik stóð fyrir það að spila kraftmikinn fótbolta, maður og mann og hérna bara basically hlaupa út allt og eldir mannin út allt. Og það hefur breyst núna í vetur, þeir eru svona aðeins meira, liggja meira tilbaka, vilja breyka hratt og hefur tekist í nokkrum leikjum, oftast ekki. Og eins og ég segi, þeir eru að svona leka inn mörkum. Og það er svona kannski áhugjefni mitt kannski að vanta framherja og varnarleikun. Gumi, hefur þið sömu áhugjur á Damir? Sko já og nei. Þú veist, í þessum leikmannahóp gríðalegt know-how. Þú veist, þetta eru bara leikmenn sem hafa orðið meistarar á undanförnum árum með Blikum. Þeir eru hins vegar allir árinu eldri heldur en þeir voru í fyrra og 2 árum eldri en þeir voru í hittifyrra þegar þeir unnu síðast. Þannig að ég hef smá ágjur á því. Því að krafturinn bara því miður ekki jafn mikill eftir því sem maður eldist. Annað sem að trufla mig leikmaður sem að mér finnst bara að vera mjög mikilvægur í liðinu. Það Anton Logi. Anton Logi bara meiddur og þeir vita ekki einu sinni hvenær Anton Logi... Nei, sagan segir að hann sé bara út tímabilið. Já, sem að geti vel verið og það eru hræðilega fréttir fyrir hann fyrst og fremst en fyrir Blika svo sannarlega. Annar mann hins vegar sem þeir fá inn sem að þeir mistu og söknuðu mikið í fyrra var Andri Hrafn Jómann sem að getur skilað svo miklu mörgum stöðum og skilar bara einhvern veginn herra Breiðablik. Þeir þurfa hins vegar bara, Höskuldur var ekki sami Höskuldur og við sáum undanfarið tímabil á síðustu leiktíð og þeir þurfa aftur þann Höskuld sem að leiddi þetta lið áfram. Það samt bara eitthvað, þú veist, þeir eru búin að missa náttúrulega Damir, þeir eru búin að missa Tobias Thomsen. Ágúst Orri annar maður sem að maður opnar ekki fjölmiðil á hans að sjá að hann gæti verið að fara. Og það í stórt áhyggjuefni. Þú veist, þrátt fyrir Ágúst Orri hafi ekki verið að skila mörgum mörkum á þessu áttar. Mikilvægur, mjög mikilvægur leikmaður. Þá hann bara svo gríðarlega mikilvægur þessu liði og bara orkan sem til staðar þar, það bara orka sem að Breiðablik hefur ekki efni á að missa, segi ég núna á þessum tímapunkti. Já, eins og staðan núna þá lítur út fyrir að hann verði ekki allt tímabilið. Sem fari kannski bara það ennþá einhverju gluggar opni sem eru bara lokast núna mánaðamótin. En vonandi í fyrsta lagi einhvern tíðan mitt sumar því að Blikar hafa ekki efni á að missa Ágúst Orra, segi ég. Mun hann sprenga út? Fyrir mér hann búinn að springa út og ég hefði til dæmis bara þessa 21 árs landsleiki sem við erum að sjá núna. Mér finnst Ágúst Orri vera bara, þú veist, hann vantar ennþá aðeins upp á þessi mörk og stóðsendingar en krafturinn hvort sem það í pressu, vinna tilbaka og fram á við fyrir mér krafturinn í Ágústi Orra atvinnumannslegur. Þú veist, hann á leiðinu út aftur. Það bara spurning hvenær það verður og ég meina fyrir mér hann bara sprungin út og síðan koma þessi mörk og stóðsendingar. Já, ég held að það bara mjög stutt í það sko. Já. Ég held að sé líka eitt í því með Ágúst Orra að mikið talað það að hann hafi ekki skorað mikið í fyrra eitthvað svona. Hann var líka bara í Breiðabliksliði sem að var ekki í neinum takti. Það gekk náttúrulega mikið á og þeir voru að spila undir væntingum og svo skiptum þjálfara og eitthvað svona og það keppni og bara erfitt að finna einhvern markaskorara takt í þannig lið. Þannig að ég held að það sé sko takandi upp hanskan fyrir hann svolítið með það að menn þurfa líka aðeins að skoða bara tímabilið hjá Blikunum í fyrra. Þannig að ég held að sé engin ástæða til annars en að vera bjartsýnn fyrir hans hönd og varðandi markaskorun og svona að þá getum við ekki bara einblítt á við verðum að taka það líka með í reikningin hvað var í gangi hjá Blikunum í fyrra. Ég ætla bara að koma með smá innskot í það. Já, endilega. Ég ætla að fara aftur í annar lið. Ég ætla að fara upp á Skaga nefnilega aftur. Ég bara gleymdi þessu áðan. Til þess að Skaginn geti hins vegar keppt það að vera hana í kringum efstu liðin. Þá þarf Árni markmaður að vera í lagi allt tímabilið. Skora 12 mörk. Já. Þú veist að því að hann var ekki frekar en kannski margir aðrir leikmenn Skagans fyrir á tímabilinu í fyrra
hann var ekki í sínu besta standi og hann datt inn seinnipartinn, hann þarf að vera allan tíman líka til þess að Skaginn geti verið að keppa þarna í efri hlutanum. Það sem er svo jákvætt og gefur tilefni til bjartsýni er að ég er ekkert að trufla hann í sumar. Hann verður frábær í sumar, það er ekki nokkuð spurning, frábær markmaður. Heldur betur. Förum þá í topplið. Það eru Víkingarnir. Mótmælulegur hópur. Já, maður er rosa hissa að menn sé að setja þá þarna á toppinn og þú veist, menn tala samt mikið þú veist, þennan risa hóp. Það sem að Víkingar eru búin að bæta við sig eru í raun og bara 2 leikmenn. Það er Jói Bjarna og Elías Már. Það eru 1-2 leikmennir, er það ekki? Aron Elís að koma tilbaka eftir. Það er nefnilega stórt. Og ef Aron Elís er heill, þá er það risa fyrir Víkinga. En leikmannahópurinn er frábær. Þeir missa eins og það 2 mikla reynslumenn í Pablo og Matta Villa. Menn sem að svona, þú veist, voru ekki í stórum hlutverkum á síðustu leiktíð en eru bara menn sem að eru svo mikilvægir held ég í kringum hópinn og æfingum og þess áttar. Þeir eru að missa þá en Víkingur er klárlega liðið til þess að sigra. Þeir eru með frábært byrjunarlið og ég held að Elías Már og Jói Bjarna séu ekki að fara, þetta verði ekki leikmenn sem að byrja þetta mót í byrjunarliði Víkings, ég held bara alls ekki, en það sem að þessi leikmenn gera hins vegar er að þeir ýta við öðrum og til að mynda bara Nico Hansen. Hann er þetta gegn Vestra, bara, þú veist, Nico Hansen, ég veit það fyrir víst af fréttum úr Víkinni, að þetta er búið að ýta við honum að það sé fengir hérna einhver Elías Már sem er kannski að taka stöðun hans. Þetta kveikir bara í alvöru leikmennum, þá kveikir þetta í þeim. Og þetta er það sem að gerast hjá Víking núna, að þeir leikmenn sem voru fyrir, þeir vita, þeir þurfa að stíga upp til þess að þeir eru með leikmenn í hverja stöðu til að líta við hinnum. Annar leikmaður sem líka komið tilbaka, Daði Berg. Það reyndar óvíst hvenær hann kemur tilbaka. Og ég meina, Daði Berg fekk náttúrulega bara frábæra reynslu hjá Vestra á síðustu leiktíð og því miður mista hann svona seinni partinum og vegna meiðsla. En ef hann kemur síðan inn og með allar þessar mínútur í vasanum sem hann fekk á Vestra, þar sem að hann fekk bara nánast lyklana á sóknarleik Vestra. Að það er bara happa og bara happræðisvinningur fyrir Víking. Ef hann getur einhvern veginn komið einmitt með það tilbaka eftir þessi meiðsli, en hann er búin að vera þetta lengi frá. Og það mun taka hann tíma tilbaka. Ekki spurning, hann á nokkra vikur í land og þá er spurning hvað þeir gera vegna þess að hann hefur náttúrulega ekki spilað leik síðan í júlí á síðasta ári og Munum við sjá hann fara eins og Svein Margeir eitthvað, þú veist, munum Víkingur senda hann á lán, senda Atla í fram til þess að ná sér í mínútur, Svein Margeir norður og þú veist, ég er ekkert hissa þó að Daði myndi fara síðan eitthvað til þess að koma sér í stand og Víkingur virðist gera samningu um það að þeir geti kippt öllum tilbaka mitt mót, þannig að Já, ég held að það væri mjög skynsamlegt leið hjá þeim vegna þess að það er það langt síðan hann hefur spilað og mótið eru auðvitað bara að byrja, þannig að það er engin tími og þú ert ekkert að gefa neinum leikmönnum, þú ert ekkert að gefa neinar mínútur, þú ert í titilbaráttu frá fyrsta degi og með þennan stóra hóp, þannig að ég held að það væri mjög skynsamlegt fyrir það að fá sína leiki annar staðar til að byrja með. Ég sé ekkert lið í raun og veru keppa fullri alvöru við Víking, sko. Hvað þarf að gerast svo að það verði einhver keppni? Víkingar þurfa að eiga afleitt tímabil. Þú veist, það sem mun hins vegar gerast og gerist á hverju ári er það að maður er svona búin að raða einhverju upp þetta eru svona topp 5 og síðan eru þetta eru svona 4 lélegustu liði. Eitt af þessum 5 bestu liðum það mun skíti í heyið og eiga bara afleitt tímabil. Það er einhvern veginn alltaf þannig að eitt af þessum liðum stendur ekki undir væntingum og samanskapið er eitt lið í neðri hlutanum sem einhvern veginn gerir meira en maður átti nokkuð tíma að vona á. Og það mun gerast, en þá þyrfti það að vera Víkingur. Og þó að það myndi gerast fyrir Víking að þeir eigi afleitt tímabil, þá munu þeir verið í baráttunni enga síður, held ég. Ég er sammálaði. Ef þú nærða að vera í baráttunum að vinna titilinn, þráttur að eiga kannski afleitt tímabil. Já, ég mitt sá á móti Vestra núna í meistarameistaranum. Þeir voru
ekki í 5. gír, sko, þeir voru bara í 3. gír unnu 4-0 og sé 4-falda skiptingu og það er bara jafn góði leikmenn að koma inn og það vantaði Gylfa og hann færingin Vatnamar. Gunnar Vatnamar, þannig að þetta er eins og Gummi segir lið sem allir þurfa að sigra til þess að eiga möguleika á titilinu, sko. Annar leikmaður sem við sóttu, Jón Þór, þú þekkir hann vel, Ármann Ingi, hann hefur komið gífurlega sterkur inn í þetta. Já, frábær leikmaður og hefur svo frábæra eiginleika, þessi strákur, að það verður mjög spennandi að sjá hvert hans hlutverk verður í þessu liði í sumar. Hann hins vegar var fyrir því óláni meðast lítilega núna daginn sem að er auðvitað hræðilegt í þessum leikmannahópi að missa af þú veist, þó þetta sé bara vika eða 2, sko, að þá getur þetta verið helvítis nokkur þrep sem þú fellur, þannig að það var svekkjandi en verður gaman að sjá hans hlutverk og ef hann fær hlutverk í þessu liði í sumar þá held ég að hann geti algjörlega sprungið út. Gæti þessi hópur verið of stór? Er eitthvað hægt að setja út af það? Það held ég ekki. Sko, Víkingur ætla sér ekkert bara stóra hluti. Þeir ætla ekki bara að vinna deildina. Þeir ætla að vinna bikarinn og þeir ætla að fara langt í Evrópu og þannig að það eru næg verkefni og nánast fyrir alla myndi ég halda. Það muni allir fá spiltíma. Já, það er þannig en bara það sem að kannski hræði mig fyrir hönd hinna liðina er bara, þú veist, því ég er að lesa upp Valdimar, Vatnamar, Gylfi, Daniel, Ingvar markmaður. Ég held að það ætlaði bara að taka leikmenn sem byrja á VAF. Já, ég var að skoða það, en þú veist, hérna er ég bara búin að telja einhverja 5-6 leikmenn í liði Víkinga og ég gæti verið að telja upp bara bestu leikmenn deildarinnar. Þú veist, þeir eru bara með þannig leikmenn að þetta eru bara margir af bestu leikmennum deildarinnar sem eru samankomnir í þessu liði. En sjáum við, ég sé ekki marga leikmennum í hinnum liðunum komast í byrjunarliði á Víking, til dæmis. Eru ekki margir? Ingvar á síðasta ári? Já, Ingvar var bara aðeins meiddur. Ingvar og Fredrik Skram eru bestu markmenn deildarinnar að mínum mati. En, þú veist, Ingvar ég veit ekki hvað maður að segja. Ingvar þarf bara að vera heilsu og spila alla leikina því að við sáum það að Víkingar lentu í smá vandræðum þegar að Ingvar var ekki með. Já. Þeir eru komin með 9 varamarkmann núna en Ingvar er hins vegar óumdeildur, númer 1 þar og verður það áfram meðan hann spilar með Víking. Heldur betur fáum ágætis opnun og leik líka? Reyndar engin Gylfi á móti Jóa? En þetta er ágætis byrjun, Damir. Já, þetta er leikur sem ég væri til að spila bara hverju viku, sko. Þetta er bara, það er alltaf vesinn og læti og bara slagsmál næst í alltaf að Breiðablik og Víkingur spila. Er rífurinn ennþá? Já, ég ætla nú rétt að vona það. Það er þetta lið sem að þú vilt vinna og þarft að vinna þegar þú ætlar að reyna að gera eitthvað í deildinni. Þannig að ég held að miður hefur rífurinn aðeins minkað við að Óskar var. Já, því miður. Þurfum við önnur störf. Já. En það er ennþá hins vegar alveg og það vita það bæði lið að þetta eru liðin sem þarf að vinna til þess að. Já. Og eins og ég sagði á hann, ég er smá smeykur með Blikana ef að það byrja ekki vel eins og til dæmis mútið Víkingi og það verður eitthvað stórt tap eða eitthvað. Hvort það hafa áhrif áfram í tímabili, sko. Heldur betur. Ég held að þetta sé ágætis loka orð. Ég ætla bara að slá botnin í þetta. Takk ykkur 3 kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. Sælir.